Og áfram höldum við með föstudagsþáttinn. Það að koma mars og það þýðir bara eitt. Til mín eru komnar frá Krabbameinsfélagi Akureyrar og nágrennis, Katrín, Ösp og Eva Björg. Velkomnar. Takk fyrir. Við erum komnar í sokkana. Komnar í sokka. Gett smá flottir. Alltaf að vera að gíra okkur. Og mottu mars á næsta leiti. Já. Það eitt og annað sem þið ætlaðu að koma að. Eigum að byrja á málþinginu? Já. Málþingið. Við erum mjög spenntar fyrir málþinginu. Við erum búin að vera að skipuleggja það síðan löngu fyrir jól með ásamt Akureyrarstofu og Krabbameinsfélagi Íslands. Og við erum með yfirskriftina Karlmenn og krabbamein. Þetta verður 14. mars í Hofi, Hamraborginni. Og það kostar ekkert að koma en það þarf að skrá sig. Og það þarf að fylla salinn. Við ætlum að fylla salinn. Við ætlum að fylla salinn af karlmönnum og við erum að vonast til þess að það allir velkomnir að sjálfsögðu. En við erum sérstaklega að vonast eftir karlmönnunum og að allir þessar karlmannshópar mæti, Othello menn, Lions klúbar, Round Table, höfðum til þeirra, karlakórar og karlakórinn ætlar einmitt að vera með okkur hérna, karlakór Akureyrar, Geysis. Já, frábært. Og þarna verða fyrirlestrar og... Flotti fyrirlestrar. Við erum með sko bara framlínu af flottum karlmönnum sem eru fræðimenn á sínu sviði og ætla að tala einkenni, hvað getur þú gert ef vinur þinn veikist, áhrif á karlmenn þegar krabbamein kemur, kynheilbrigði, líkamsímynd og bara margþætt. Og við ætlum líka að hafa gaman og það verður svo karlakórinn syngur og við ætlum að vera með kynningu á karlaklefanum. Hvað karlaklefinn? Karlaklefinn sem vefgátt sem var hönnuð fyrir karlmenn. Þetta er bara heimasíða þar sem þeir geta farið inn á og fundið allar upplýsingar í sambandi við karlmenn og krabbamein. Það á svona þess að auðvelda þeim leiðina á að finna sér upplýsingar. Þau eru ekki að googla, heldur bara að fara inn á karlaklefann. Og það er þetta allt saman. Sett upp svona skemmtilega, ekki bara fræðilegu texti sem þarf að lesa. Nei. Þannig þið að kynna hann þarna líka. Hann fer formlega í loftið í mars og við ætlum að fá Guðmund Pálsson sem er vefstjóri hjá Krabbameinsfélagi Íslands. Hann kemur og kynnir þetta alveg sérstaklega og við erum mjög spennt fyrir þessu. Og þetta er meðal annars það sem var safnað fyrir þessi vefgátt kostuð út frá sokkum og fleira. Frá því fyrra? Frá því fyrra og held ég frá því hitt fyrra. Það taka svolítið tíma að koma þessu. Þetta er flott, þetta er vel gert og vel á öllu staði. Eru þessi núna aftur að koma í sölu? Ekki akkurat þessir, það eru nýju sokkar í ár. Það var haldin samkeppni í Listaháskólanum. En gaman. Þannig að það var valin ein frá nemenda það. Sem á eftir að frumsýna. Þeir eru ekki komið til landsins. Þannig að það er bara mjög spennandi. Og hvað verða þeir, er komið dagsetning á frumsýning á nýju sokkunum? 1. mars. 1. mars, já. Og verða fáanlegir bara í öllum helstu verslunum hérna á svæðinu. Já, vonandi allt land. Já. Frábært. Það verða 2500 sokkar sem verða seldir hérna á Norðurlandi og þau voru búin að reikna út að við þyrftum ekki nema 8% af Norðlendingum til að kaupa. Þá eru búnir hér. Í fyrra, vitið þið eitthvað hvernig þetta fór? Kláraðist ekki allt? Ekki alveg allt. Nei. Vitið þið hvað vorum þá með marga sokka? Nei. Ég veit ekki fjöldan en það er smáttur í eftir, ekkert mikið. Við erum eitthvað pínlítið hjá okkur. Og en við vonum bara að við treystum á þessi 8%. Já, það ekki. Á þessi sokka. Og þetta nefnilega skiptir ótrúlega miklu máli. Þú veist, ég veit að fólk kannski finnst margt að vera, við erum að selja alls konar og það er mismunandi á milli svæðafélaga, hvað er í sölu og annað. En þetta fer svo sem allt í sama púkkið. Sama góða málefni. Þetta kostar alltaf að reka allir þessi flottu krabbameinsfélög víðsvegar landið. Og þú veist, við erum líka með vísindasjóð sem að vísindamenn sækja í. Styrkir rannsóknirnar. Þannig að það er rosa margt sem er að vera. Þannig að en eins með þetta málþing, þar erum við að fá rosalega flott og hæft starfsfólk sem hjá Krabbameinsfélagi. Það kostar svolítið að halda málþing. Það kostar helling að halda málþing og það kostar ekkert að koma. Við viljum ná til karlmanna. Það sem er að konur og karlmann, hann okkur tala á milli þeirra sem greinast, milli kynjana, en konur eru mun líklegri til þess að þiggja aðstoð heldur við karlmann frá félagasamtökum. En það er búið að breytast mjög mikið. Á þessu 3 vetrum sem ég er búin að vera hjá Krabbameinsfélaginu hérna á Akureyri, þá eru karlmenn að aukast. Þeir eru núna að koma í einstaklingsviðtöl, þeir eru að sækja í hópastarfsemina, þeir eru að sækja á námskeið og þeir eru að koma með... Þessi kynning að skila sér. Já, þetta er að skila sér og þeir eru að koma í fjölskylduviðtölin. Fjölskylduviðtölin eru alltaf að aukast. Það felst í því að einstaklingur er veikur og þú kemur með alla fjölskylduna, stundum stórfjölskyldan mætir á svæðið
og hver og einn fær svigrúm til að ræða hvernig þeim líður. Wow. Og við viljum halda áfram að efla karlmenn og þess vegna erum við að halda þetta málþing. Það er í lagi að tjá sig, það er í lagi að segja hvernig þeim líður. Og við heyrðum í Akureyrarstofu og fengum þá í lið með okkur og við erum búin að funda með þeim vikulega og Jóðum ætlar að vera með okkur, við ætlum að vera með ljósmyndasýningu. Og þið nefndir eitthvað að þessi helgi bara ætti helst að vera undirlögð og fengi yfirskriftina Hrúturinn. Já. Þetta er svolítið spennandi. Getið þið eitthvað sagt meira hvað þið sjáu fyrir ykkur þar? Já, Hrúturinn. Þetta var svona að kannski að vera í svipuðum stíl og dömuleiti eitthvað þar. Já, bærinn er nú svolítið undirlagður þá. Já. Alls kyns tilboð hér og þar, bleikar slaufur út allt. Þannig að bara ef að fólk hefur hugmyndir hvernig það vill leggja okkur lið, taka þátt. Nú þarf fyrirtæki bara að leggja höfuð í bleyti og koma með einhverja skapandi lausnir. Þannig að við gerum það sama fyrir karlmennina, sko. Við viljum gera þeim herra undir lofti. Og svo erum við líka pínu á mót okkur, Akureyrarbæjar. Þú veist, krabbameinsfélögin eru alveg afbrýðisum út í okkur. Þau hafa oft nefnt það. Akureyrarbæjar er alltaf uppljómaður í október. Fyrirtækin taka sig saman. Félagasamtök taka sig saman. Það er allir að vera vitundavakningu konur og krabbamein í október, styðja vel við krabbameinsfélagi sinni heimabyggð og bara, það er bara einhvern veginn allt svo fallega blikkt í október. Nú þurfum við að gera það sama fyrir karlana. Nú er það karlarnir. Jú, og krabbameinsfélagin koma norður. Krabbameinsfélag Íslands kemur norður og Kraftur kemur norður og við treystum á krabbameinsfélagin hérna í kringum okkur verða með okkur líka. Og svo að lokum bara hvetjum fólk og sérstaklega karlmenn til að fjölmenna í Hof 14. mars klukkan 4. Já, sækja miða hjá okkur. Sækja miða fyrst, já. Kostar ekkert. Kostar ekkert. Takk kærlega fyrir komuna, Katrín og Eva. Takk fyrir okkur. Takk kærlega fyrir okkur.